Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig best að kynna niðurstöður þegar maður gerir til dæmis spurningakönnun eða eitthvað aðra athugun. Við þurfum að passa okkur að nota rétt myndrit. Ef að við erum að skoða eitthvað sem sýnir fjölda, þá er ágætt að gera súlurit. Hvort það er súlurit, stöplarit eða stuðlarit er ekki alveg aðalatrið. Að vísu gerum við súlurit þegar við erum með til dæmis uppáhaldslit, þá skráum við litin hér og tíðni hér eða fjöldi. Og við þurfum að passa að merkja ásana. Gera það rétt, nota svona gorm ef að við setjum hann hér. Ef að ásin okkar byrjar ekki í 0, heldur byrjar í kannski 100 og svo kemur 110, 120 eða 101, 102. Við þurfum að passa að þessi bil sé alltaf jafn löng, jafn stór, en þetta bil má vera miklu stærra, en þá þarf að vera svona gormur. Við þurfum að skrá og vanda okkur að nota rúðurnar í bókunum okkar til þess að gera þetta snyrtilega. Sama hér, merkja ásana, merkja línuritið líka. Hvað er það sem við erum að sýna með þessu myndriti? Ef að við erum að flokka gögnin okkar, við erum kannski svarið er tala, til dæmis hvað fólk er hávaxið, þá getur verið ágætt að flokka gögnin kannski 1,50 upp í 1,60. Það er ákveðið margir og þá er ég búin að telja alla sem eru hérna á milli og svo koma hér frá 1,60 upp í 1,70 og svo framvegis. Hér myndi ég nota svona stuðlarit eins og er hérna og liggja súlurnar saman, því það er alveg vonlaust að vera með margar súlur fyrir hvern einasta sentimeter hérna á milli. Ef svörin koma í prósentum, þá getur verið ágætt að gera svona skífurit. En þá þarf ég að segja hvað er þessi kaka og 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 hvað er ég að sýna í upphafi. Og það getur verið ágætt að leyfa prósentunum að fylgja með. Skrifa niður þetta kannski, ég spurði uppáhaldslit, þetta er svartur. Það var cirka 25%. Nú er ég bara að búa til einhverja tölur út í loftið. Vanda uppsetningun á þessu og merkja allt. Nota rúðurnar og línurnar og gerið eins vel og þið getið.